Mér sæl og blessuð. Við erum hérna komin í þriðja sessjónu okkar, þriðja viðtalið okkar. Og í dag erum við með Thelmu, sem leikur Ágústu. Og ég heiti Aron og ég kvikmyndatökumaðurinn. Þetta svolítið kjánalegt. Hvenær byrjaði áhuginn þinn á leiklist? Þegar ég fór í Leynileikhúsið, sem er fyrirtæki sem Agnar Jón á, sem svona leiklistarnámskeið fyrir börn. Og ég byrjaði þar eitthvað í kringum 12 ára. Svo bara þar algjörlega og svo tók ég öll námskeið hjá honum 2 ár. Ertu með eitthvað hlutverk sem að þú hefur leikið í gegnum ferilinn sem að þú veist fannst ókunni erfitt? Ekkert endilega, mér finnst þau alveg vera öll mjög erfið. Reyndar, ég lék í 4 brúðkaup og jarðarför. Þá var ég að leika konan hans, af því hún bara leiðilegasta skrifaða manneskja í kvikmyndasögunni. Og hún bara þarna til þess að vera sæt og til þess að hann geti verið skotin í. Það var erfitt að reyna að gera hann áhugaverða bara fyrir sjálfum, sko. En endaði vel og endaði skemmtilega, endaði sem góð sýning. En eitthvað svona skemmtilegu karakter sem að svona uppáhaldi hjá þér? Mér þykir rosa vænt Elsu, úr Jóni Heimsendey. Hún var svo vel nettus, en frábært, þú veist, ansinni. Ég þekki marga sem voru sammálaði í því, þannig að þú náður alltaf að leika það vel að það skein í gegn. Hún var beinniður, hún vissi nákvæmlega hvað hún vildi og mér finnst það var bara að mér þykir líka bara vænt það tökutímabil og gaman að búa til og ógeðslega mikið hakk og weird einhvern veginn, en var það akkurat skemmtilegu framhaldið sem. Já, var eitthvað ákveðið sem að heillaði þig við karakterinn Ágústu? Tóni sendi mér handritið og sagði, þú veist, þú mútti lesa þetta og svolítið pæla í bara þeim tveim, sko, bæði Ágústu og Kari. Sagði svona eitthvað, en ég var samt búin að semi-hugsa annað hlutverkið fyrir þig, en pældi í því og segði mér hvað þig finnst. Og svo las ég handritið og ég var mjög spennt svona fyrir báðum, en alveg klálega ég fann alveg fyrir bara einhverju rosa tengingu við hann og hann náttúrulega verið rosa svipaður á marga vegu, sko. Já. Og ég alveg svona, sá alveg fyrir mér að ég gæti tengt vel við hana og gert hana trúverðuga og skemmtilega. Og var eiginlega, svolítið spenntari fyrir að gera hana. Og sagði Tóna það að þá sagði hann einmitt að það hefði verið upprunalega pælingin, sko. Já, þegar maður las handritið þá sá maður svolítið fyrir eins og hann skrifaði þig. Já, það meikar svolítið. Og það var mjög skemmtilegt. Það var eiginlega svona, það var mjög áhugavert að vinna með það, þú veist, að vinna með karakter sem hafði mér þig í huga. Af því ég vildi líka alveg brjóta pínu á það. Þú veist, ég vildi pínu fá að kannski gera eitthvað annað heldur en hugmyndir hafi verið, bæta á það og meira til. Var einhver ný upplifun eða eitthvað nýtt sem þú lærðir við tökurnar af Ökkan? Ég lærði hvað hægt að gera ótrúlega mikið eða svona rétt á fólki í því. Hvað undirbúningsvinna borgar sig. Já. Ég lærði það. Hvað það borgar sig að hafa góðan framleiðanda? Já. En, þú veist, aðalega, sko, hvað hægt að gera ótrúlega hluti fyrir lill peninga. Já. Þú veist, aðalega bara einhvern veginn bara amazed, þú veist, að sjá útkomuna, mér finnst hún geðveik. Það hafði ekki budgetið hefta sig. Nei, þú veist, og það algjörlega eitthvað sem ég hef alltaf trúað á, sko. En kannski ekki síðan jafn vel í action, þú veist, fyrir svona. Nákvæmlega. Og það bara dröðlega cool. Yes. Já, ertu með einhverja uppáhalds senu? Sko, ég veit ekki senan þar sem ég var að ná í Önnu út og ég sagði eitthvað vitlaust. Og það þurfti að taka upp 40 sinnum og ég man ekki eins og þessa setningu núna því að blokkar það svo hart út. En það var eitthvað svona hljóðbreyting. Ég mátti ekki nota sveifluna sem ég var að nota og þetta voru útitökur fyrir ykkur. Og það var bara samviskubit og drasl. Ekstra kalt á þessu uppkvöldi. Það var skelfilegt. Ég skil ekki ennþá hvað það var sem ég var að gera. Þú veist, það var eitthvað svona, ég sagði það en ég átti að segja það
og það bara mátti ekki gerast, ég mátti líka með minn vildi ekki framkalla þetta svona, þetta var fáránlegt. Ég skildi aldrei þegar Tony var eitthvað, segði þetta svona, ekki svona, og ég þetta er það sama, þú veist, 5 manns úti í kuldanum að bíða þetta og ég fucking náði að segja eitthvað sem ég skil ekki og ég og það var minnst uppáhalds textinn minn í myndina því ég man ekki einu sinni hvað það lengur. En uppáhaldslínan mín ennþá áðan sá ég hulstriða mynd sem Thai Girls with Big Dicks og núna langar mig í Drunken Noobs. Það ennþá línan sem stendur ykkur. Mjög góð lína. Já. Ok, núna talsverð nekt í þessari mynd. Var einhver sérstakur undirbúningur hjá þér fyrir það sinnur? Sko, nei, fyrir utan kannski að bara vera búin að vera í ballett sinni á 4 ára og svo leikhúsin síðan 12 ára. Það er búið aðalega úr mér mest alla spírhæsli, sko. Aðalið fyrir mig kannski við þessa nekt, sko, þegar fólk spyr mig út í hana líka. Og það er kannski pínu svona hneykslast í mér og pæla, þú veist, hvað ég var eiginlega að spá, þú veist. Af hverju ég var eiginlega þessu. Að þá segi ég alltaf við þau að þetta er svona pínu prinsipmál fyrir mig, sko, af því að mér finnst að brjóst, til dæmis, eiga að sjást annars staðar inn í klámyndum. Brjóst eiga að vera jafn eðlilegur hluti fyrir okkur eins og karlmannsbrjóst, þú veist, það er einhvers staðar á leiðinni þar sem hormónar kikka og klámiðnaðurinn og þetta verður rosalega sexualized og rosalega kynlífsera og rosalega, þú veist, við megum ekki sjá þetta nema þetta sé í klámynd einhvern veginn og það er svo fáránleg þróun og fáránleg pæling að, þú veist, að brjóst séu bönnuð alls staðar nema það sé klám og það sé ógeðslegt og þú þurfur að vera 18 ára og þú veist, í einhverju sora, bara hvað meinarðu? Brjóst eru bara fallegasta hlutur í heimi og það er bara í góðu lagi að þú veist, sýna þau og akkurat að reyna að þú veist, breyta þessu, leyfa þeim að sjást annars staðar, leyfa þessu að vera bara það sem það er, sem þetta er fallegt. Losna við stigmað sem er myndast ykkur mjög. Algjörlega. Og þetta er svona svarið mitt við því þegar fólk hneykslast á mig, sko. Núna þarf ég að detta í einhverja nýjar spurningar í hug. Skriptið er horfið. Þú ert að sjá viðtalið sem að hann og Ævar voru með, sko, það var rosalegt. Það var svona 5 mínútur af þögn þar sem að var hugsun spurning. Tölum bara út í vorum að tala um á. Var eitthvað ákveðið sem að hjálpa þér að koma þér í karakterinn? Sko, já. Þegar ég fór í litun og fékk blátt hár. Ég var þá sko, fyrir þetta var ég ekki búin að lita mér hárið í einhver sko 4 ár eða eitthvað. Svo fer ég í litun og við ákveðum að það myndi vera blátt og það myndi vera besta útkoman. Og ég man bara þegar ég sat í stólnum, sko. Og hún einhvern veginn var búin að setja allt í og svo var hún að þurrka hárið. Og ég bara, já, þetta er að koma. Þú veist, ég fann það bara. Þarna var hún einhvern veginn. Og það var mjög gaman. Af því að akkurat Akku var að mörgu öðru leyti mjög nálægt mér, sko. Þú veist, nema kannski akkurat þetta. Ég hefði aldrei farið og sest niður og látið lita mér hárblott. Þú veist, örugglega ekki. Þú veist, ekki nema einhverju major flippi. Þú veist, það hefði ekki verið, og þú veist, og ég er ekki, þú veist, ástæðan fyrir ég er að lita þetta úr og þú veist, komur aftur í basic er að ég er ekki típa sem nenni á að lita mér hárið á mánaðarfresti. Akku var það kannski, ekki ég. Þannig að ég man bara og svo baði ég að klippa það aðeins meira, sko, af því að það var aðeins svo rómantískt, það var ennþá svolítið sítt. Já. Og klippti hún það svolítið svona í beina línur eins og það er í myndinni. Og þá fannst mér svolítið komin. Þá svona fann ég fyrir henni og líka þegar við fengum götin auka við fengum hún setti mig svona lítil tunnel-sessa, tattoo-skart. Og hún nefnilega, af því við sögðum mér frá því að Akku er svona aspiring, þú veist, tattoo-artisti og vill gera þetta. Hún segi að það er enginn sem að reynir að kalla þetta tattoo-artista sem er ekki búinn að pröfa að fá sér tunnel. Já. Þú veist, það er alveg svona number 1 body modification, típar sem að vera að gera það. Já, fyrstu hugsanir þínar eftir að þú last handritið, svona, var einhver viðbrögð sem þú fékkst, svona, típist Tony eða eitthvað svoleiðis, sko. Já, alveg. Þú veist, ég bara auðvitað þarft að skrifa eitthvað svona. Auðvitað.
Við elskuðu Tóni. Þú veist, við lofum, skilur, en, come on. En mér fannst nefnilega, út af því að umfjöllunin er svona gróft, að það fannst mér myndin einhvern veginn alls ekkert vera það, þú veist. Það kom mér á óvart. Ég einhvern veginn var bara þegar ég var að byrja að lesa það, var ég að, úff, hvað er ég að fara, þú veist, hvert er þetta að fara? Og svo svona, ok, þú veist, þetta er rosa mikið bara, þetta er svona mannleg saga. Já. Ég fíla það, þú veist, ég fíla að þetta er meira um fólkið í aðstæðunum heldur en aðstæðunar, skilur við. Þetta er ekki, aðstæðun bindur ekki sögunu fram heldur hvernig fólkið þroskast í aðstæðum og þeirra tilfinningar og hvað kemur út af því. Þannig að það fannst mér áhugavert. Mér finnst áhugavert að þarna var einhvern veginn punktur þar sem var hægt að búa til eitthvað rosa mannlegt og fallegt, sko. Sem að snýst ekkert það að og svo gerist þetta, þú veist, heldur bara... Svolítið þróun meira. Já, heldur bara svona, já, hér erum við með fólk og þetta er bara eðlilegt fólk, þú veist, þetta getur verið frænka en að sérst en það getur þekkt einhvern af þessu, skilur. Vonandi ekki samt, eða ekki? Nei, ég vona að segja ekki fjölskyldumeðlum svona. Þetta er... En já, maður hugsa sig út í það að þú veist, þetta er ekki eitthvað sem maður hefur kannski langar að fólk sem þekkir sér í. En þó að svo margir þurfi að fara í þetta kannski til þess að borga fyrir nám eða ég held að ég sé náttúrulega rosa líka og því leyti að ég er ekki að, ég dæma hann ekki í þessu, sko, ég styð hana. Ég er meira sko spá bara þetta þá í alvörunni make a new money, skilur við. Ég er svona, þú veist, eða það að gera þetta annað bara, skilur við, allt í lagi, þá ertu allavega í öruggu umhverfi heima hjá þér, skilur við, það er þú veist. Betur en að selja þessu út á götu, sko. Já, en það var ekki langt að leita í þetta samþykki hennar, sko, fyrir þessu, því ég einhvern veginn bara svona, já, en, ok, þú veist, ég myndi ekki gera það, en þú veist. Power to you, þú veist það. Power to you, algjörlega, af hverju ekki, þú veist, þú veist, ég meina, ef þetta gengur vel, þá ertu í alvörunni bara með vinnu heima hjá þér, in your bedroom, skilur við, sem að læti þér örugglega líða bara ágætlega. Já, ég held það. Er eitthvað sem vilt segja að lokum myndina eða ferlið? Þetta er svona eins og að beða að halda ræðu. Þau verður að fá handrit. Eða segja brandara. Segðu brandara moment. Ég er ótrúlega stolt af þessu og öllum sem að koma að þessu. Þetta er mjög skemmtileg mynd sem að ég held að verði bara mjög góð skemmtun bara fyrir fólk og ágætis innsýn inn í bara nett íslenskan raunveruleika, þú veist, kannski með aðeins tweakuðum og ýktum aðstæðum algjörlega, en þetta er, þú veist, raunverulegt og fallegt og pínu human. Yes. Já. Þakka ég bara kærlega fyrir þetta viðtal.